Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 1. Korinthubréf 27:10. Ef einhver hinna vantrúuðu býður yður og ef þér viljið fara, þá etið af öllu því, sem fyrir yður er borið, án eftirgreinslana vegna samviskunnar. 1. Korinthubréf 31:10. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt Guði til dýrðar. 1. Korinthubréf 33:10. Ég fyrir mitt leyti reyni í öllu að þóknast öllum og hygg ekki að eigin hag, heldur hag hinna mörgu, til þess að þeir verði hólpnir. 1. Korinthubréf 11:1. Verið eftirbreytendur mínir eins og ég er eftirbreytandi Krists. 1. Korinthubréf 28:11. Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum. 1. Korinthubréf 33:11. Fyrir því skulu þér bíða hver eftir öðrum, bræður mínir, þegar þér komið saman til að matast. 1. Korinthubréf 31:12. Nei, sækist heldur eftir náðagáfunum, þeim hinum meiri. Og nú bendi ég yður á ennþá miklu ágætari leið. 1. Korinthubréf 14:1. Keppið eftir kærleikanum. Sækist eftir gáfum andans, en engum eftir spádómsgáfu. 1. Korinthubréf 12:2. Eins yður. Fyrst þér sækist eftir gáfum andans, leitist þá við að vera auðugir að þeim, söfnuðunum til uppbyggingar. 1. Korinthubréf 13:2. Biðjið því sá, talar tungum, að geta útlagt. 1. Korinthubréf 20:2. Bræður, verið ekki börn í dómgreind, heldur sem ungbörn í illskunni, en fullorðnir í dómgreind. 1. Korinthubréf 26:2. Hvernig er það þá, bræður? Þegar þér komið saman, þá hefur hver sitt fram að færa, sálm, kenningu, opinberun, tungutal, útlistun. Allt skal miða til uppbyggingar. 1. Korinthubréf 27:2. Séu einhverjir sem tala tungum, mega þeir vera 2 eða í mesta lagi 3, hver á eftir öðrum, og einn útlisti. 1. Korinthubréf 28:2. En ef ekki neitt til að útlista, þá þegar ég sá á safnaðarsamkomunni, sem talar tungum,
en tali við sjálfan sig og við Guð. 1. Korinthubréf 29 mínútur yfir 2. En spámenn tali 2 eða 3 og hinir skulu dæma 1. Korinthubréf hálf 3. Fái einhver annar sem þar situr opinberun, þá þagni hinn fyrri. 1. Korinthubréf 34 mínútur yfir 2. Skulu konur þegja á safnaðarsamkomunum, því að ekki þeim leyft að tala, heldur skulu þær vera undirgefnar, eins og líka lögmálið segir. 1. Korinthubréf 39 mínútur yfir 2. Þess vegna, bræður mínir, sækist eftir spádómsgáfunni og aftrið því ekki að tala sér tungum. 1. Korinthubréf 20 mínútur í 3. En allt fari sómasamlega fram og með reglu. 1. Korinthubréf 34 mínútur yfir 3. Vakni fyrir alvöru og syndgið ekki. Nokkrir hafa enga þekkingu á Guði. Yður til blygðunar segi ég það. 1. Korinthubréf 2 mínútur í 4. Þess vegna, mínir elskuðu bræður, verið staðfastir, óbifanlegir, séðugir í verki drottins. Þér vitið að erfiði yðar ekki árangurslaust í drottni. 1. Korinthubréf 13 mínútur yfir 4. Vakið, standið stöðugir í trúni, verið karlmannlegir og styrkir. 1. Korinthubréf 14 mínútur yfir 4. Allt sé hjá yður í kærleika gjört. 1. Korinthubréf 16 mínútur yfir 4. Sýnið slíkum mönnum undirgefni og hverjum þeim starfar með og leggur á sig erfiði. 2. Korinthubréf 11 mínútur yfir 1. Til þess getið þér og hjálpað með því að biðja fyrir oss. Þá munu margir þakka þá náðagjöf sem oss veitt að fyrirbæn margra. 2. Korinthubréf 2 á móti 8. Þess vegna bið ég yður að sýna honum kærleika í reynd. 2. Korinthubréf 20 mínútur yfir 5. Vér því erindreka Krists, eins og það væri Guð sem ámyndi þegar vér áminnum. Vér biðjum í Krists stað, látið sættast við Guð. 2. Korinthubréf 13 mínútur yfir 6. En svo að sama komi á móti, ég tala eins og við börn mín, þá látið þér líka verða rúmgott hjá yður. 2. Korinthubréf 7 á móti 1. Þar vér því höfum þessi fyrirheit, elskaðir, þá hreinsum oss af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun vora í Guðsótta. 2. Korinthubréf 11 mínútur yfir 8. En fullgjörið nú og verkið. Þér voru fúsir að hefjast handa, fullgjörið það nú eftir því sem efnin leyfa. 2. Korinthubréf 17 mínútur yfir 10. En sá sem hrósar sér, hann hrósi sér í drottni. 2. Korinthubréf 13 á móti 5. Reynið yður sjálfa, hvort þér í trúni, prófið yður sjálfa. Gjörið þér yður ekki grein fyrir að Jesús Kristur í yður. Það skildi vera að þér stæðist ekki prófið. Galatabréfið 13 mínútur yfir 5. Erforu, bror, kalair til frelsis. Noti ains eki frelsi til fairis firir holdi, heldur jeni haferru mikarleika. Galatabréfið 14 mínútur yfir 5. Allt lögmálið uppfyllt með þessu eina boðorði, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig.
Galatabrefið korter yfir 5. En ef þeir bítist og eti hver annan upp, þá gæti þess að þeir tortímist ekki hver fyrir öðrum. Galatabrefið 16 mínútur yfir 5. En ég segi, lifið í andanum, og þá fullnægi þér alls ekki girnd holdsins. Galatabrefið 6 á móti 1. Bræður. Ef einhver misgjörð kann að henda mann, þá leiðrétti þér, sem andlegir eruð, þann mann með hógværð. Og haf gáta sjálfum þér, að þú freistist ekki líka. Galatabrefið 6 á móti 2. Berið hver annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists. Galatabrefið 6 á móti 4. En sér hver rannsaki breytni sjálf sín, og þá mun hann hafa hrósunarefni í samanburði við sjálfan sig, en ekki miða við aðra. Galatabrefið 6 á móti 5. Því að sér hver mun verða að bera sína byrði. Galatabrefið 6 á móti 6. En sá, sem uppfræðist í orðinu, veiti þeim, sem uppfræðir, hlutdeild með sér í öllum gæðum. Efesusbrefið 4 á móti 1. Ég, bandingin vegna drottins, áminni yður þess vegna að hegða yður svo sem sambóðið er þeirri köllun, sem þér hafi hlotið. Efesusbrefið 4 á móti 2. Því að sér hver mun verða að bera sína byrði. Efesusbrefið 4 á móti 3. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Efesusbrefið korter yfir 4. Vér eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öllu upp til hans, sem er höfuðið, Kristur. Efesusbrefið 23 mínútur yfir 4. En endurnýjast í anda og hugsun og. Efesusbrefið 24 mínútur yfir 4. Íklæðast hinum nýja manni, sem skapaður er eftir Guði í réttlæti og heilarleika sannleikans. Efesusbrefið 25 mínútur yfir 4. Leggi nú af lygina og talið sannleika hver við sinn náunga, því að vér erum hver annars leimir. Efesusbrefið 27 mínútur yfir 4. Gefið djöflinum ekkert færi. Efesusbrefið 28 mínútur yfir 4. Hinn stelvísi hætti að stela, en leggi hart að sér og gjöri það sem gagnlegt er með höndum sínum, svo að hann hafi eitthvað að miðla þeim, sem þurfandi er. Efesusbrefið 29 mínútur yfir 4. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður af munni, heldur það eitt, sem er gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim, sem heyra. Efesusbrefið 32 mínútur yfir 4. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Efesusbrefið 5 á móti 1. Verðið því eftirbreytendur Guðs, svo sem elskuð börn hans. Efesusbrefið 5 á móti 2. Lifið í kærleika, eins og Kristur elskaði oss og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir oss, svo sem fórnargjöf, Guði til þægilegs ilms. Efesusbrefið 5 á móti 4. Ekki heldur svívirðilegt hjal eða ósæmandi spé.
Þess í stað komi miklu fremur þakkagjöf. Efesusbréfið 5:6. Enginn tæli yður með marklausum orðum, því að vegna þessa kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Efesusbréfið 5:8. Eitt sinn voru þér myrkur, en nú eru þér ljós í Drottni. Hæðið yður eins og börn ljóssins. Efesusbréfið 10:5. Meti rétt, hvað Drottni þóknast. Efesusbréfið 11:5. Eigið engan hlut í verkum myrkursins, sem ekkert gott lýst af, heldur fletti miklu fremur ofan af þeim. Efesusbréfið 4:5. Hafið því nákvæma gát á, hvernig þér breytið, ekki sem fávísir, heldur sem vísir. Efesusbréfið 16:5. Notið hverja stund, því að dagarnir eru vondir. Efesusbréfið 17:5. Verið því ekki óskinsamir, heldur reynið að skilja, hver sé vilji Drottins. Efesusbréfið 18:5. Drekkið yður ekki drukkna af víni, það leiðir aðeins til spillingar. Fyllist heldur andanum. Efesusbréfið 19:5. Og ávarpið hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Syngið og leikið fyrir Drottin í hjörtum yðar. Efesusbréfið 20:5. Og þakki jafnan Guði, Föðurnum, fyrir alla hluti í nafni Drottins vors Jesú Krists. Efesusbréfið 21:5. Verið hver öðrum undirgefnir í ótta Krists. Efesusbréfið 22:5. Konurnar eiginmönnum sínum eins og það væri Drottinn. Efesusbréfið 24:5. En eins og kirkjan er undirgefin Kristi, þannig séu og konurnar mönnum sínum undirgefnar í öllu. Efesusbréfið 25:5. Þér menn, elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana. Efesusbréfið 28:5. Þannig skulu eiginmennirnir elska konur sínar eins og eigin líkami. Sá sem elskar konu sína, elskar sjálfan sig. Efesusbréfið 33:5. En sem sagt, þér skuluð hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig, en konan beri lotningu fyrir manni sínum. Efesusbréfið 6:1. Þér börn, hlýðu foreldrum yðar vegna Drottins, því að það er rétt. Efesusbréfið 6:2. Heiðra föður þinn og móður, það er hið fyrsta boðorð með fyrirheiti. Efesusbréfið 6:4. Og þér feður, reyti ekki börn yðar til reiði, heldur alið þau upp með aga og umvöndun Drottins. Efesusbréfið 6:5. Þér þrælar, hlýðið yðar jarðnesku herrum með lotningu og ótta, í einlægni hjartans, eins og það væri Kristur. Efesusbréfið 6:6.
Ekki með augnaþjónustu, eins og þeirra mönnum vilja þóknast, heldur eins og þjónar Krists, gjöra vilja Guðs af heilum huga. Efesusbréfið 6:7. Veitið þjónustu yðar af fúsu geði, eins og drottin ætti í hlut og ekki menn. Efesusbréfið 11:6. Klæðist alvætni Guðs, til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Efesusbréfið 13:6. Takið því alvætni Guðs, til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldi velli, þegar þér hafið sigrað allt. Efesusbréfið 14:6. Standið því girtir sannleika lendar yðar og klæddir brynju réttlætisins. Efesusbréfið korter yfir 6. Og skóaður á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaðarboðskap friðarins. Efesusbréfið 16:6. Takið umfram allt skjöld trúarinnar, sem þér geti slögt með öll hinn eldlegu skeiti hins vonda. Efesusbréfið 17:6. Takið við hjálmi hjálpræðisins og sverði andans, sem Guðs orð. Efesusbréfið 18:6. Gjörið það með bæn og beiðni og biðjið á hverri tíð í anda. Verið því árvakrir og staðfastir í bæn fyrir öllum heilögum. Efesusbréfið 19:6. Biðjið fyrir mér, að mér verði gefin orð að mæla, þá ég lík upp munni mínum, til þess að ég kungjöri með djörfung leyndardóm fagnaðarendisins. Filippíbréfið 2:2. Þá gjöri gleði mína fullkomna með því að vera samhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Filippíbréfið 2:3. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómagynd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Filippíbréfið 2:4. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einni annara. Filippíbréfið 2:5. Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Filippíbréfið 12:2. Þess vegna, mínir elskuðu, þér sem ætíð hafi verið hlýðnir, vinni nú að sálihjálp yðar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður, því fremur nú, þegar ég fjarri. Filippíbréfið 14:2. Gjörið allt án þess að mögla og hika. Filippíbréfið 18:2. Af hinnu sama skulu þér einnig gleðjast og samgleðjast mér. Filippíbréfið 3:1. Að endingu, bræður mínir, verið glaðir í drottni. Ég tel ekki eftir mér að endurtaka það, sem ég hef skrifað, en yður það til öryggis. Filippíbréfið 3:2. Gefi gætur að hundunum, gefi gætur að hinum vondu verkamönnum, gefi gætur að hinum sundurskortnu. Filippíbréfið 17:3. Bræður, breytið allir eftir mér og festi sjónir yðar á þeim, sem breyta eftir þeirri fyrirmynd, við höfum yður gefið. Filippíbréfið 4:1. Þess vegna, mínir elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kóróna, standið þá stöðugir í drottni, þér elskuðu.
Filipi bréfið 4 á móti 2. Evotíu áminni og síntíki áminni að vera samlindar vegna drottins. Filipi bréfið 4 á móti 3. Já, ég bið einnig þig, trúlindi samþjón, hjálpa þú þeim, því að þær börðust með mér við boðun fagnaðarerindisins, ásamt Klemens og öðrum samverkamönnum mínum, og standa nöfn þeirra í lífsins bók. Filipi bréfið 4 á móti 4. Veri ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, veri glaðir. Filipi bréfið 4 á móti 5. Ljúflyndi yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin er í nánd.